Hérna höfum við Unni Láru Ásgeirsdóttir. Hún laði mér línuna fyrir leikinn, mætti ekkert spyrja eitthvað kaffiskúp. Já, nei. Þetta kaffiskúpun hennar Ernu. Hérna Unni, við skulum snúa okkur að því sem skiptir öllu máli. Það var leikur í KR í dag. Með byggusti kannski fyrirfram í jöfnu leik, en reyndi var allt önnur. Þetta var eiginlega miklu léttara heldur en menn áttu von á. Já, þetta var samt alls ekki létt. Þetta var erfitt, en við bara mættum tilbúnar. Og við gáum ekkert eftir. En í seinni hálfleik þá þið eru með 24-5 stiga forskot eða eitthvað í hálfleik, en þið hleypið nú svolítið nær ykkur alveg onni 13-14 stig í þriðja leikluta. Var það ekki algjör óþarfi? Jú, það var algjör óþarfi. Við hefðum bara átt að mæta almennilega eftir hálfleikinn. En þær komist nær svo bara öskraði Benni almennilega á okkur og þá rifum við okkur bara í gang og það gekk eftir það. Já, Unnur, en ef við snúum okkur að þér sjálfur, þú áttir fantafína leik. Startararnir segja að þú hafi verið með ykkur 28 stig og Kjærstæðin Rödd fast á eftir með 24. Þannig að þið hafi aldeilis verið í fínu formi í dag. Já, þetta við bara spilum mjög vel saman, bara sem lið. Þetta var allt í vörninni, sko. Ef að vörnin er almennileg þá kemur sóknin. Þá er sóknin auðveld. Svo kom Hrefna verulega grimm, þessi unga stelpa hérna í lokinu og lét aldeilis að sig kveða. Já, hún er alveg mögnuð þessi stelpa, hún er ekki hrædd við neitt, sko. Hún er alveg snillingur. 3 sigrar í röð og næsti leikur sem er hvað, er það ekki Breiðablik? Hvernig líst þér á það? Bara mjög vel, bara spennt fyrir alla leiki og það er engin leikur sigraði fyrir, þannig að við ætlum bara að mæta jafn tilbúin. En 3 sigrar, þetta hlýtur að gera það verkum að menn geta núna þannig brjóst og sperrt stil og verið svolítið góð með sig. Já, maður getur svolítið ekki verið góð með sig, en við allavega, við erum bara að vinna fyrir þessu leikjum og við ætlum bara að halda þessu áfram. Til hamingju með leikinn í dag, gangi ykkur vel á næstu verkefnum. Takk.